fólkið og velkomin með mér í Klettur. Að þessu sinni ég staddur á Eskifirði og hérna alltaf við mig sjáum við göngin sem byrjað var á að grafa í nóvember 2013, eða kannski réttar að segja byrjað á að bora í nóvember 2013 og þau halda hér áfram inn fjallið og opna leiðina yfir til Norðfjarðar. Mikil samgöngubót fyrir heimamenn og raun og veru alla sem þurfa að leggja leið sína milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar. Ég komin hérna með staðarhaldarann sem sér til þess að verkið geti gengið eins liðugt og hægt og gerir það ekki, gengur þetta ekki bara okkur liðugt? Jú, þetta gengur mjög liðugt hjá okkur. Við erum á áætlun sem slíkt. Við erum búin að lenda í remmingum sem eru mjúk setlög, það var tafið fyrir okkur, en í heildina má segja að verkið gangi mjög vel. Þegar þið lendið í þessum mjúku setlögum, þarf þá að styrkja bergið meira, tefur það fyrir ykkur? Já, það þarf að styrkja það verulega. Það eru settir stálbogar, það eru settir teinar, 32 mm stálteinar sem eru stungið inn í og það er steypt síðan yfir alls saman. Þannig að þetta er mikla styrkingar sem þarf að gera þegar við förum í gegnum þessi mjúku lög. Að rúað inn í þetta steypu og járni, það kannski yfir einbýlishús á hvern metru? Kannski ekki alveg, en það ekki margir metra sem jafngildir einu einbýlishúsi í þegar við erum að styrkja svona. Þannig að þetta eru traust göng? Já, þetta eru traust göng og það er alltaf að hugsa gífurlega mikið það að þetta sé öruggt. Bæði núna þegar við verðum að vinna þetta og svo alltaf þegar þetta eru varanlegt mannvirki þá verður þetta mjög traust göng og öllum óhætt að fara hér í gegn. Verktakar við gangagerðina eru metróstaf frá Tékklandi og Suðurver en þessi verktakar buðust til að vinna verkið fyrir 9,3 milljarða króna. Við það bætist kostnaður við rannsóknir, vegagerð, brúarsmíði og sitthvað fleira, þannig að reiknað með að verkið kosti í heildina 12 til 13 milljarða króna. Við verkið vinna að jafnaði 70 manns og að jafnaði 55 manns á svæðinu í einu. Unnið á 12 tíma vöktum 6 daga vikunar. En fyrsta sprengingin í göngunum Eskifjarðarmegin var 14. nóvember 2013, 4 mánuðum síðar en fyrst var sprengt í Vaðlaheiðargöngunum. Síðan var byrjað að sprengja Norðfjarðarmegin 7. mars 2014. 17. október var verkið hálfnað, þar að segja í síðustu viku, en vatnsægi í Vaðlaheiðargöngunum hefur tafið bormenn þar, þannig að Norðfjarðargöngin eru orðin ríflega hálfum kílómetr lengri. Já, við byrjuðum hérna eins og þú sagðir áðan í nóvember í fyrra. Síðan byrjuðum við að grafa Norðfjarðarmegin frá, við byrjuðum þar í byrjun mars. Þannig við erum að grafa báðum megin frá hér. Þó þið hafið fengið þessi setlög þá hafið þið sloppið við vatni sem hefur tafið fyrir í Vaðlaheiðinni. Já. Þessi göng eru nánast þurr, það ekkert vatn sem að tefja okkur, það bara rétt svona aðeins sem til þess að þetta sé ekki óþurrt. Stóra borunarhöfuðin og þetta stóri borunarhöfuðin. Sjáum þetta verkfæri sem að bora hérna inn í staflinn. Við erum komin það með 2,2 kílómetra inn í göngin og hérna eru boranir að verki. Það eru 3 armar sem að bora í einu, gat við gat og síðan sjáum við að það verið að setja vegslesturnar í götin alveg efst og hann raðar sér heldur áfram yfir og þangað sem búin að setja í öll götin sem að borinn hefur gert.
svo komið hérna bíll fyrir aftan okkur og hann með dínamítið. Svo dínamítið sprautað í holurnar og svo fara að sprengja. Og næst tekur við að keyra grjótið út. Og svona koma það til 5 metrar í einu. En þetta kemur margir fáir metrar, gera marga kílómetra þegar upp er staðið. Eru þeir að bora hvert gatið við annað, dínamítið að fara í, svo verður strengt. Eru götin hönnuð miðað við það að veggurinn komi fram með ákveðnum hætti? Já, þetta náttúrulega orðið marga áratuga reynsla af þessu og þetta borað, við erum að taka hérna 5 metra færur, sem borað 5 metri inn í fjallið. Þetta 160 hólur í hverju skoti. Og svo þetta náttúrulega fylla dínamíti og sprengt fram. Og það þá miðjan sem springur fyrst fram? Já, miðjan springur fyrst fram og svona losar á spennunni. Jæja, þá búið að sprengja, þið heyrðuð dynginn og nú bara eftir að ná í allt grjótið inn í göngin. Já, þá loftræstamenn göngin, mynda ferskloft inni, svo koma mennirnir inn á payloader, þessi hjólaskóflu og trukkum og moka efnin öll út. Og til þess hann náttúrulega stórvirkar vinnuvélar og hraustamenn. Ég búinn að ná 3 þeirra hérna áður en að þeir ruka á stað með tækin. Ertu búinn að vera í göngunum frá upphafi? Nei, þetta 4. mánuður minn. Og þetta skemmtileg vinna? Þetta krefjandi og gaman. Helviti fínt. Farið aldrei inn í lokkunarkennd inn í göngunum? Svona fyrst, en það hætti fljótt. Það venst? Já, vondaði venst. Ertu sammála því? Færðu einhver tíma svona, kannski upphafi vertíðar inn í lokkunarkennd? Nei, ég hef aldrei fundið fyrir henni, ekki þetta. Og bara aldrei nokkuð tíman. Finnst þér þetta skemmtileg vinna? Já, þetta ágætis vinna. Bara, mjög fjölbreytt að fá að keyra trukkana og moka. Þetta eru nú engin smá tæki sem þú ert með? Nei, þetta svolítið stórt og mikið. Þú ert nú engin nýgræðingur í svona gangagerðunum? Nei, þetta ekki alveg fyrsta verkið. Þetta göng númer 3 hjá mér. Þannig að maður svona þekkir þetta aðeins orðið. Þannig að þú ert svona einn af bormönnum Íslands? Ég veit ekki hvort ég að segja það, en það verða svolítið margir öfundsjúkir og fúlir út með að ég fullyrði það. En þetta svona eitthvað sem maður hefur bara verið í og kann ágætlega við og bara gaman að taka þátt í þessum verkefnum. Þetta nú svolítið svona röff vinna? Já, það það. En það sem við erum bara í útkeyslu hérna í þessari gangnagerð, þá sjá tékkarnir nú meira svona röff vinnuna, útivinnuna inn í göngum og erfið að koma þessu grjóti niður og við komum því svo bara út. Þannig að ég myndi segja að við komum svona þokkalega vel út úr þessu, þannig séð. Verkaskiptingin þannig að tékkarnir, sérfræðingir í að bora og sprengiefni og þess áttar, þeir bora og sprengja og þið síðan hreinsið út? Já, við sjáum útkeyslu á sprengiefninu eða sprengsteininum og skurð og veg. Það okkar verkefni í þessari jarðgangagerð og náttúrulega vegagerð hérna úti og fyllingar. En ég myndi segja inn í göngum þá komum við mjög vel út úr þessu þannig séð í því. Þeir eru búin að vera svo langa tíma inn í lokuðum göngum, fáið ekki víðáttu brjálæði þegar þeir komast út í flýg? Nei, það sleppur nú alveg sko. Þannig að það alltaf gott að koma heim og komast aðeins út og sjá sólina annars lagið, það fínt líka. Það venst þetta bara allt saman. Nú þið það bil hálfnaðir
ekki svolítið spennandi að komast í gegn hitta félagana sem eru að bora hinum megin? Jú, mér hlakka mikið til að komast í gegn og geta keyrt í gegn. Þetta verður mikill léttir fyrir heimamenn að losna við þennan þröskuld sem að Óskarið er. Finnið ekki fyrir því að heimamenn bíða spenntir? Jú, þetta verður rosa fínt maður og jú, þeir eru mjög ánægðir með þetta held ég. Það er ekki annað að heyra á þeim. Þannig að ykkur er tekið fagnandi hér í heimabyggðinni? Já, þau eru öll farin að kannast við okkur svona, eða flestir. En tekur ekki undir það með félaginu að það verður spennandi að sjá í gegn og komast í gegn? Jú, það verður mjög gaman, mjög létt fyrir fólkið. Já, það er líka borað hérna Norðfjarðarmegin. Gangnamunninn, hann kemur hérna í Fannardalinn sem er svona inndalur úr Norðfirði og það eru nokkri kílómetrar út í Neskaupstað en vegagerð út eftir, hún er þegar hafin. Munnlingurinn sem kemur úr göngunum, hún hefur verið ekið í veginn jafn harðan og það meira sig að búið að gera nýja brú. Þetta sem sagt skotgengur en svo vaknar svo spurning hvort að gangnamennirnir, formennirnir, hvort þeir hittast eða kannski fara þeir á mis? Nei, með að það mælitækni sem við könnum í dag að þá er engin hætt á því. Ég held að menn við hittum örugglega hvor og annan í það með. Það er engin hætt á því. Og það er búið að tékka það þannig að það er öruggt. Sko, ég vona að við náum að sprengja í gegn hérna næsta ári, kannski eftir 8 ár. En svo náttúrulega eftir mikil vinna við það að styrkja göngin, við það að vatnsverja þau, að það er vatn í þeim, og rafmagn, lýsing og vegagerðin. Þannig að það er gert ráð fyrir að við hleypum hér á umferð formlega í september 2017. Göngin eru líka hönnuð með það fyrir augum að nýtast þess að koma síma, ljósleiðara, raforku á milli þessara byggðarlaga? Já. Það verður lagður hérna ljósleiðarastrengur eða strengir og það verður lagður hérna rör fyrir háspennukafla. Þannig það verður reynt að nýta þessa stuttu leið hér á milli fjarða til þess að tengja þetta allt saman. Þannig að þetta er ekki bara umferðaröryggi fyrir heimamenn, heldur líka öryggi gagnvart raforku og síma og svo framvegis? Já. Það er engin hætt að snjór rjúfi hér línur. En grjótið sem kemur út, hvernig er það nýtt? Það er nýtt náttúrulega í vegagerð, í veginn að göngunum, báðum megin. Svo er þetta nýtt hérna eins og Eskifirði í landfyllingar fyrir bæjarfélagið og svo það sem er umfram verður bara sett hér og búið til land úr. Vegurinn kemur hér Eskifjarðarmegin beint út og fer hann þá á brú hér beint á móti munnan? Já, hann fer hérna yfir ána, það er bara hérna nokkur hundruð metrar í nýja brú og þannig að vegurinn fer ekki gegnum bæinn, það fer hérna sunnan við ána og tengist þar Norðfjarðarveginum. Göngin verða samtals 7.566 metrar en með vegskálum beggja vegna verða þau 7.908 metrar. Norðfjarðarmegin er gangnamunninn í 130 metra hæð yfir sjó en Eskifjarðarmegin verður hann aðeins í 15 metrum yfir sjó. Hæst fer vegurinn í 175 metra hæð í miðjum göngunum. Göngin verða mikil bylting í samgöngumálum á Austurlandi og leysa af hólmi einn erfiðasta fjallveg landsins Ótskarð og einbreið Óskarsgöngin í næstum 630 metra hæð. Í göngunum hefur verið grjóthrun og þar hafa stórir flutningabílar lent í vandræðum, svo ekki sé nú talað snarbrattar brekkurnar sitt hvoru megin við, en þær geta verið erfiðar í snjó og hálku. Göngin verða því mikil samgöngubót. Þess vegna hafa heimamenn tekið starfsmönnum við gangagerðina fagnandi. Jú, manni liggur að segja þegar brosir hringinn. Og bara við sjáum það hérna aðkomumenn að þetta verður mjög mikil samgöngubót. Hefði átt að vera komið miklu fyrr. Og þyrfti ekki raun og veru að gera miklu fleiri göng á Íslandi? Við erum búnir, hvenær sem er. En ef allt gengur nú óskum, hvenær á ég að koma hérna á Vísluhátíðina? Þú kemur hingað í september 2017. Það er alveg pottþétt.
Viltu ekki dagsetja það? 8. september klukkan 4? Nei, ég vil ekki dagsetja það, en það í september 2017. Beint úr jarðgöngunum og yfir í skáldskapinn. Reyndar má segja að það sé verið að yrkja í bergið þannig að bormenn Íslands eru skáld á sinn hátt. En þegar maður skoða söguna þá eins og Austfirðingar hafi fyrrum hreinlega verið talandi skáld. Nægir þar að minnast á Pál Ólafsson sem virðist hafa átt léttara með að tala í hendingum heldur en í óbundnu máli. En það var Páll náttúrulega frændi minn. Ekki að spyrja að því. Nú mér dettur til dæmis í hug vísanans Páls sem hann gerði séra Arnljót. Mér ó og ljót, ætla að vera dreng og þrjót. Í honum gull og grjót, getur unnið mein og bót. Nú en þegar grannt skoðað, þá yrkja Austfirðingar enn og fara létt með það. Síðustu helgi var til dæmis haldin litla ljóðaháttíðin, ljóðaháttíð Norðausturríkis. Nú hún hófst með ljóðagöngu í Hallormsstaðaskógi, nú reyndar barst hún alla leið hingað til Eyjafjarðar, en á föstudagskvöldið var ljóðaháttíð í Sláturhúsinu og þar var Hjalti Stefánsson viðstaddur. Við skulum heyra hvað skáldin höfðu að segja, bæði í ljóðum og eins óbundnu máli. Hvað þau segja skáldskapinn og þörfina fyrir að yrkja. Förum í Sláturhúsið, gjörðu þið svo vel. Góða kvöldið, komið þið sæl, verið hjartanlega velkomin hér á þessa ljóðadagskrá í Sláturhúsinu og Egilsstöðum. Mér finnst náttúrulega dásamlegt að svona hátíð sé haldin. Þetta ómetanlegt, bæði fyrir skáld á svæðinu og af svæðinu að fá vettvang til þess að koma fram með sitt efni og eins bara fyrir ljóðelskandi fólk að geta mætt og heyrt skemmtileg skáld fara með skemmtilegt efni eða nú í sumum tilvikum kannski miður skemmtilegt efni. Sumir hafa gaman á því líka. Hvernig mér finnst að koma fram, mér finnst það alveg ógeðslega taugastrekkjandi og erfitt svona fyrst. En líka alveg ofboðslega gaman. Og dýrmætt að geta fengið einhvers staðar vettvang til þess að segja það sem maður heldur að maður hafi gáfulegt að segja. Eða miður gáfulegt, ef út í það farið. Ekki botna ég í því, í landi sem ekki hefur haft kóng síðan 1944, hvaðan þau koma öll þessi konungbornu börn. Dóttir mín öreigabarn í öreiga landi og engin helvítis prinsessa. Ég hef gert það mjög lengi, ég hef gert þetta alveg síðan ég var hádramatískur úlingur sem að það er illa við allt og alla eiginlega. Þá voða auðvelt að stinga niður penna og reyna að koma því í orð einhvern veginn sem maður leyfir síðan aldrei neinum að sjá af því að það væri ekki kúl. Núna skrifa ég reyndar lítið af því að mín litlu börn leyfa nú ekkert rosalega mikið frítíma og introspection eitthvað. En það bara, þegar maður orðinn vanur því að stinga niður penna til að reyna að koma einhverju frá sér, þá það mjög góð aðferð til að létta aðeins á sér eða leysa einhverja hnúta kannski. Ellikvæði. Velkomin elli, þökk sé tilvist þinni og því að mega rjúfa sér hvert heit. Sem fæstir ætla manni, sviptu minni, sá maður hvorki skilur neitt né veit. Þar sem hann í hjólastóli hjalar horfinn dal og lóni eitt sveit, hlær samt á laun á heimilinu dvalar. Þó heili myrni lifir bjargföst vissa þjónust býðst, hátt þá gamall galar. Gerast á undur, verið ekki hissa, flikkist að hrói fagurt meja val, færir úr brók og hjálpar við að pissa. Ég ákaft hlakka elli minnar til, ömurdaga raunir verða gleymdar, minningum fargað fjörs í glapa bíl, feykir í sortan hryllingsleifum eymdar. Upp þær að rifja, aldrei meir ég vil, í óminnis heimi best þær eru geymdar.
En bregðist von mér vitglapana kraftur, þá verð ég sennilega að ganga aftur. Ég með háttbundin ljóð sem að kalla svona á við íslenska bókmenntasögu, meðan að við erum hins vegar með svona prósaljóð sem að eru líka með allt annan bakgrunn eins og ólíkan og hugsast getur. Það skiptir ekki máli hvort ég kalla það ljóð eða eitthvað annað, það er bara merkimiði. Þetta sumt af þessu sumt á þetta sameiginlegt en annað er ólíkt. Kannski prósaljóð einhverju leyti líkara sögu heldur en bundnu ljóði, en kannski ekki. Það fer eftir í svona hvaða vinkil þú tekur á það. Það er mjög mikilvægt og gaman að hitta fólk landið. Ég hef farið núna á flesta landshluta síðan bókin mín kom út í fyrra og ekki hingað áður til að lesa og það er reglulega lærdómsríkt og mikilvægt. Spaði, spaði, spaðagosi, hendur úr vösum, hjartagosi, tvistur, strákur, laufa og tígul tvistur saman, sleikur undir kvisti, ekki tapa, tefli tígul kóng, stökum og stokka. Gerðu, annar gosi, á hvítum hesti, kannski á hendi, haltu kjafti, fjarki, sexa, nýja, núna, naga stokkin, mannin, myrkur, pass. Kissi fastar, prófa, fjagra laufa, tígul ás í rassin, rifin drottning, fimma, komdu með spaðan, öll spilin á borðið, fleiri gosar, missi kjarkin, fjarki, fokkjú, ekkert hjarta, óheppin í ástum, en vinn alltaf nóló. Reyndu aftur, dragðu, dreftu í, dragðu hjarta úr brjósti, andan djúpt ofan í maga, fáðu áttu, breyttu í konu, áttu í konu og Olsen í kapal. Litla ljóðahátíðin, ég veit ekki alveg hvort að litla, þetta forskeyti eigi við, sko. Mér finnst þessi hátíð alveg rosalega mikilvæg, bæði að ná tengingu við fólk og vera fyrir utan höfuðborgarsvæði, sko, finnst mér mjög mikilvægt að breiða út ljóðið landið, sko. Í landi hinna ófleygu fugla býr vatnastelpan. Þar býr félagi minn sem ekki lengur dregur andan. Í landi hinna ófleygu fugla hvílir hinn ígrundaða reynsla. Ég þarf sjálfur að hafa mig allan við til að gleyma ekki að anda. Í landi minningana eilíft myrkur. Alheimurinn þenst út, hinn lifaða reynsla boðar alkul. Það eina sem dregur hann saman og bindur okkur traustum böndum ást. Bókin heitir Í landi hinna ófleygu fugla og hún samanstendur, hún ljóðabálkur sem inniheldur ástarljóð til konuna minnar. Hún varð til þegar við það leyti þegar við vorum að byrja að vera saman og rétt áður en við byrjuðum að vera saman og þá var ég að reyna að ganga augun á henni og vinna hug hennar og sendi henni stutt ljóð jafnóðum og þau urðu til í gegnum SMS og Facebook og svo þegar ég var búinn að ná til hennar þá sá ég ekki ástæðu til að vera lengur á Facebook. Það er eins og fólk kunni að meta það að maður sé að sýsla við ljóðagerð og maður er ekkert einn það. Það er sko, ég upplifi mig ekki sem eitthvað einstakan. Ég bara finn marga hér sem að fást við það sama og það er eiginlega það sem býr til þetta góða andrúmsloft.
Hvað fjallar hún? Hún fjallar kannski svona samband og sambandsleysi, eiginlega. Ég hugsa að ritstjórinn mér myndi segja það, hann myndi kvitta undir það. Ég fékk sem sagt bókina í hendurnar bara í morgun og þetta er svona ákveðin svona náttúrulega eiginlega feimnistilfinning held ég sem svona grípur mig. En ákveðin léttir líka út eða það er mjög taugatrekkjandi að bíða eftir bók meðan hún er í prentsmiðju. Við söfnum miniatúrum úr gleri, hreyfum okkur eftir kerfi, rífum sjaldnar en flestir, en þegar það gerist, agnarsmáum dýrum úr gleri, hendurnar úr gleri, kynfærin úr gleri, fötin úr gleri, áform okkar úr gleri, loforðin, draumarnir, gæludýrin úr gleri, ásjónakurs annars úr spegla gleri og við blásum litlar lygar út í gleri, litlar tilgangslausar lygar út í gleri. Nú, þá verða ekki fleiri glettur í dag. Ég þakka ykkur fyrir samfylgdina. Sjáumst aftur í næstu viku.